Ráðherra, kæru gestir, komið sæl og verið velkomin á sjávarútvegsdag Deloitte Samtaka atvinnulífsins og Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi.
Þetta er mikilvægur dagur sem hefur náð að festa sig í sessi. Dagur þar sem við förum yfir árið og veltum því fyrir okkur hvar við stöndum. Ef þetta væri skóli, þá væri þetta kannski blanda af niðurstöðu vorprófa og foreldraviðtali. Við erum nefnilega ekki bara komin til að hlusta á erindi, heldur líka ræða stöðuna og sjá hvað við getum lært af liðnum árum. Hvernig við getum gert betur í dag en í gær. Það gekk heilt yfir vel á liðnu ári í sjávarútvegi, en það er ekki alltaf þannig. Það er ekki á vísan að róa í þessari atvinnugrein, svo ég leyfi mér að taka gott orðtak úr sjávarútvegi. Við erum háð duttlungum náttúrunnar sem gerir það að verkum að sum ár er aflinn góður, en önnur þurfa að horfa upp á litlar sem engar heimildir í sumum af okkar helstu tegundum. En við þurfum líka að búa við duttlunga stjórnvalda. Það getur verið öllu snúnara. Síðasta útspilið er furðuleg leitað sátt. Grunnurinn virðist vera könnun þar sem mikill meiri hluti þeirra sem taka þátt í henni hefur lýst því yfir hana við litla eða enga þekkingu á sjávarútvegi. Niðurstaða skýrslu sem kom út nýverið undir heitinu Auðlindin okkar er samt nokkuð afgerandi. Íslenska fiskveiðistjórnarkerfið hefur virkað í að tryggja arðsemi í sjávarútvegi og þjóðhagslegur ábati kerfisins er óumdeildur. Það er merkilegt að þurfa sífellt að minna á að hlutverk okkar allra er að skapa sem mest verðmæti úr þeim auðlindum sem okkur er falin ábyrgð á. Til þess að það geti gerst þurfum við að halda okkur við þær leiðir sem hafa til þessa gefið góða raun og tryggja að til staðar sé nauðsynlegt svigrúm til fjárfestinga frá einum tíma til annars. Blómleg fjárfesting er enda forsenda framfara og aukinnar verðmætasköpunar í framtíð. Mikill samdráttur í olíunotkun sjávarútvegs á liðnum árum og verulega aukin nýting á þeim afla sem dreginn er úr sjó eru góð dæmi afrakstur vel heppnaðra fjárfestinga. Og það sem meira er vert í þessu samhengi er að þarna er alla jafna að ræða fjárfestingu í nýsköpun. Við höfum notað íslenskt hugvit til þess að auka verðmæti í rótgróinni, auðlindadrifinni atvinnugrein. Og það er einmitt viðfangsefni þessa dags. Við ætlum reyndar að blanda þessu aðeins saman og fá að heyra hvernig greinin stendur og síðan hvernig við getum haldið áfram að vera fremst í flokki þegar kemur að nýsköpun. En nýsköpun kemur ekki að sjálfur sér. Það er löng leið frá hugmynd að framkvæmd. Hvað þá að úrverði fyrirtæki sem ganga jafn vel og við þekkjum hér á landi. Við þurfum að hafa þetta í huga. Mig langar af þessu tilefni að sýna ykkur mynd. Þetta er fyrsta fréttin sem var skrifuð Kerecis að okkur vitandi eftir sigur í nýsköpunarkeppni á Vestfjörðum. Hún kom í Bæjarins besta á Ísafirði hinn 11. júní 2009, fyrir 14 árum síðan. Ungi maðurinn á myndinni byggði upp fyrirtæki sem nýlega var selt fyrir 180 milljarða króna. Hér er ég auðvitað að gera langa sögu mjög stutta. En þetta er svo einstök saga og hún sýnir okkur að við getum gert ótrúlega hluti ef rétt er á spilum haldið. Og víkur þá einmitt sögunni að fyrsta gesti á mælendaskrá sem ég veit að trúir því að okkur halda engin bönd þegar kemur að tækifærum í nýsköpun. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, vertu velkomin á svið.
Góðan daginn. Kærar þakkir fyrir að bjóða mér að vera með ykkur á Sjávarútvegsdeginum. Ég ætla auðvitað að byrja á að segja ykkur það að ég hef farið út á sjó. Ég nú stjórnmálamaður, svolítið fyrirsjáanleg, og byrja auðvitað að reyna að tengja og segja ykkur og monta mig kannski smá í leiðinni. En ég ætla að fá að segja ykkur sögu frá því þegar ég fór út á sjó. Sögu sem kemur kannski bara ekkert sérstaklega vel út fyrir mig, eða bara alls ekki. Ég fór nefnilega út á sjó því ég var 25 ára og ég var mjög spennt. Ég var mjög spennt og kem þarna borð og kannski líka örlítið smeyk. Örlítið smeyk við það að ég þurfi auðvitað að standa mig vel, en ég var líka bara með köllum borð. Þannig að fyrstu nóttina að þá læsi ég svo vel að mér að því ég vissi að þeir myndu vekja mig þegar það þyrfti að mæta vaktina, að ég vaknaði ekki á fyrstu vaktina. Og ég skammaðist mín svo mikið að ég hef ekki sagt neinum frá þessu og þeir hafa ekki ennþá selt söguna í DFF. En ég komst líka mjög hratt að því að þeir voru frábærir og það var ekkert að óttast. En það samt algjörlega hræðilegt að sofa yfir sig. Og af hverju ég að segja ykkur þessa sögu, sem ég finnst alveg agalega pínleg? Það kannski sérstaklega vegna þess að mér finnst við almennt vera að sofna á verðinum í íslensku samfélagi á mörgum sviðum. Og það það sem mig langar að tala í dag. Ég viðurkenni að það reyndar mjög freistandi að tala málefni líðandi stundar. Bara mjög freistandi. Ég gæti rætt gullhúðun íslenskra stjórnvalda og þungt regluverk ESB. Ég gæti rætt hvalveiðar, nú eða sjókvíaeldið, eða bara samkeppniseftirlitið og jafnvel verktaka þess ráðuneytið fyrir ákveðið ráðuneyti sem einmitt í sama húsi í B26. Ég gæti líka rætt samnefnaran yfir þetta flest. Svandísi Svavarsdóttur, sem situr með mér í ríkisstjórninni sem þið auðvitað elskið öll svo heitt og innilega. Og hana get ég sagt eitt, sérst ríkisstjórnina, ekki Svandísi. Þessi ríkisstjórn, hún skárri með Sjálfstæðisflokknum í honum en án hans. Og það mjög freistandi að fara yfir þessi mál og málefni dagsins, en yfirskrift fundarins, hún nýsköpun í sjávarútvegi og ég ætla að nálgast það hér sem grjóthart efnahagsmál. Og við byrjum kannski að spyrja okkur, af hverju við hér á sjávarútvegsdeginum yfir höfuð að velta fyrir okkur nýsköpun? Það ætti að vera orðið flestum ljóst. Því það svo fjölmörg dæmi hvernig nýsköpun hefur búið til gríðarleg verðmæti í fjölmörgum atvinnugreinum, veitt okkur fleiri sóknartækifæri og það einmitt þannig að kröftugasta nýsköpunin hefur einmitt byggst upp á því að við höfum nýtt þekkingu okkar á auðlindum í sjávarútvegi. Og þið í þessum sal skiljið hvernig á að leysa vandamál og auka verðmæti. Og það þarf ekkert að segja ykkur neitt það að sjávarútvegurinn hefur á mjög mörgum sviðum verið brautryðjandi og með nýsköpun að vopni hefur hann orðinn sjálfbærasti sjávarútvegur í heimi. Útlendingar streyma hingað til að kynna sér kerfið sem þykir eitt það besta í heimi. Á leiðinni kíkja þeir í sjávarklassan og heyra söguna 100% íslenska fiskinn. Dæmin árangur af nýsköpun sem á rætur að rekja til sjávarútvegsins mjög mörg. Það má nefna Marel, Sætvind, Kjúró, Lýsi, Primex, Taramar, Póla, Rafnar og ég gæti haldið áfram og áfram að telja. En augljósa dæmið hér í dag, eins og hefur komið fram, Kerecis. Og ég hef lengi notað það fyrirtæki sem dæmi af hverju ráðuneytið mitt var búið til. Mikilvægi þess að tengja háskóla og rannsóknir og vísindi
við atvinnulífið og nýsköpun. Það var gert til þess að ýta undir og gera betur í menntun, til að nýta hana í öflugra atvinnulíf og vinna því að fjölga stoðum íslensks atvinnulífs, auka verðmætasköpun og samkeppnishæfni sem skiptir einfaldlega öllu máli. Og þið þekkið ævintýrasögu Kerisins, sem fæddist á Vestfjörðum og mun áfram skila því svæði ómældum tækifærum. Ég held að ég hafi fyrst heimsótt fyrirtækið árið 2019 í hringferð Sjálfstæðisflokksins. Þar fengum við kynningu á vörunni sem var komin á markað erlendis með góðum árangri en heilbrigðiskerfið okkar var ekki farið að nota hana. Fyrirtæki sem fór úr því að vera sprotafyrirtæki yfir í að vera metið á $1 milljarð eða hátt í 180 milljarða króna og kallast því einhyrningur. Líkt og sprotafyrirtæki verða kölluð sem verða mjög verðmæt skyndilega. Og Keresis byggir á hugmynd einstaklings og þekkingu, öflugum rannsóknum og vísindum og öflugt stuðningsumhverfi nýsköpunar var til staðar og fyrirtækið fékk styrki sem komu sér afar vel. Enda stuðningsumhverfi nýsköpunar ekkert annað en að styðja hugmyndir einstaklinga að verða veruleika, láta það á fljúga svo hátt enda munu borga samfélaginu margfalt tilbaka. Guðmundur Fertram flytur auðvitað erindi hér á eftir, sem nefnist nýsköpun, lífskjör og samkeppnishæfni. Og það fátt sem rammar sýn mína fyrir ráðuneytið betur inn. En áður en við missum okkur í gleðinni og einhyrningunum, sem þið getið gert á eftir yfir erindi Guðmundar, þá ætla ég að fá að vekja ykkur með nokkrum staðreyndum, hversu vel við erum í reynd að standa okkur. Splunku nýjar tölur frá Alþjóðahugverkastofunni segja okkur að Ísland haldi 20. sætinu á lista yfir mest nýskapandi ríki heims. Á listanum eru 132 lönd. Á bakvið 20. sætið eru mjög margar breytur og það ánægjulegt að Ísland skorar vel þegar kemur að sterkum innviðum. Við erum á efst á lista yfir rafmagnsframleiðslu og íbúa og innlenda kvikmyndaframleiðslu og birtar vísindagreinar. Undanfarin ár hefur margt gott verið gert til að styrkja okkur á þessum sviðum sem hefur tryggt okkur það sæti að vera meðal 20 bestu þjóða í heimi. En hvar eru veikleikarnir? Ísland skorar lágt á mörgum þáttum. Í sumum tilfellum kemur það ekki á óvart, svo sem varðandi stærð innanlandsmarkaðar, en hins vegar staldra ég við það þegar við skoðum hlutfall háskólamenntaðra sem útskrifast úr verkfræði, raunvísindum og tæknigreinum og dregur okkur verulega niður á listanum. En þar erum við í 80. og 7. sæti meðal þjóða. Það að við stöndum okkur ekki í að útskrifa háskólanemendur á því sviði sérstaklega alvarlegt vegna þess að heimurinn að breytast svo hratt. Svo hratt að við áttum okkur ekki einu sinni alltaf á því. Gott dæmi hraða þróun notkun á nýjustu tækni heimsins. Þið sem eldri eru hér notuðu væntanlega mikið Google Translate og eru mestmegnis á Facebook. Það tók Facebook næstum 5 ár að ná 100 milljónum notenda. Aftur á móti geta nýjustu tækniöflin, ChatGPT og nýjasti samfélagsmiðillinn Threads talið þá þróun í dögum. Og þetta heimurinn í dag. Hlutirnir eru einfaldlega að breytast svo ótrúlega hratt. Og þessi mynd sýnir okkur síðan að á árunum 1800 til 1900 tvöfaldaði sú þekking sem til varð í heiminum. Mikil breyting var síðan eftir síðari heimsstyrjöld, þar sem þekkingin tvöfaldaðist þá á 25 árum. Nú hraði þekkingarinnar aftur svo mikill að hún í veldisvexti. Talið að með stafrænum breytingum og gervigreind dagsins í dag að þekking í heiminum tvöfaldist á einum sólarhring. Og ég ætla að sýna ykkur annað graf sem nánast eins. En þessi mynd sýnir okkur hins vegar mannfjölda þróunina á Íslandi. Hraðinn þar hefur nefnilega líka margfaldast. Við Íslendingar erum að fást við þetta tvennt á sama tíma.
gríðarlega hraðar tæknibreytingar á sama tíma og samfélagið breytist mjög ört. Og fæstir sáu þetta fyrir að breytingin yrði svona hröð. Ekki einu sinni þeir sem ekki vinna við að spá í framtíðina, kannski bara í næstu mánuði, þeir sem eiga að vera með puttann á púlsinum. Seðlabankastjóri sagði á dögunum: ég vissi að okkur hefði fjölgað, en ég vissi ekki að þetta væri að gera svona hratt. Í hraða samfélagsins er ekkert sem styrkir okkur betur en öflugt menntakerfi og rannsóknastarf. Og mig langar að deila með ykkur tölum úr glænýrri könnun eða skýrslu OECD sem segir okkur allt um stöðuna í menntakerfinu. Og þegar ég horfi yfir þennan sal sé ég mjög mikið af framúrskarandi fólki. Fleiri af öðru kyni reyndar. Og ég ætla að fá að tala um það kyn. Ég ætla aðeins að fá að ræða um strákan okkar. En þessar tölur hér sýna okkur hve stórt hlutfall karlmanna hafa enga aðra formlega menntun en nám úr grunnskóla. Árið 2015, sem er einmitt árið áður en ég fór á sjóinn, var staðan þessi: að af 38 löndum OECD er Ísland í 7. neðsta sæti. Frá þessum tíma hafa verið 4 ríkisstjórnir og mjög margir ráðherrar sem ætla að bæta menntakerfið okkar. Og núna rétt fyrir mánaðamót þá fengum við nýjustu tölur og þær sýna okkur að við færumst vissulega til á listanum. Við förum úr því að vera í 7. neðsta sæti yfir í að vera í 5. neðsta sæti. Á þessum 7 árum hefur okkur ekki tekist að fara fram úr einu einasta landi. En bæði Ítalíu og Kólumbíu hefur hins vegar tekist að fara fram úr okkur. Og ef við værum að tala um fótbolta, þá væri ekkert að því að spila í sömu deild og Spánn, Ítalía, Mexíkó og Kólumbía. En það er líka þannig að ef við værum að tala um fótbolta, þá hefðu þið öll keypt rútu af bjór þann 12. september síðastliðinn og vakað fram eftir nótt af spenningi að bíða eftir nýjustu skýrslu OECD um menntun á Íslandi. En ef þetta væri fótbolti, eða kannski bara staðreyndin að við hefðum aftur lent í 16. sæti í Eurovision, þá væri ég ekki að segja ykkur frá því hvernig Ísland stæði sig, eða í hvaða sæti við værum, af því að þið væruð löngu búin að frétta því og lesa um það í öllum fjölmiðlum landsins. Og sem háskólaráðherra, þá langar mig líka að sýna ykkur tölur um hvar við stöndum, þegar kemur hvað stórt hlutfall ungra karlmanna hér á landi er með háskólagráður. Þarna árið 2015 erum við í 13. neðsta sæti og því miður neðst að venju í þessum málum af öllum Norðurlöndunum. Og hvernig hafa þessar tölur breyst á síðustu 7 árum þegar við erum að keppast við að mennta fleiri úr háskóla? Jú, við erum ekki lengur í 13. neðsta sætið, heldur erum við komin í 7. neðsta sætið. Okkur hefur heldur ekki þarna tekist að komast fram úr neinu landi á síðustu 7 árum. En hins vegar hefur Kólumbíu, Þýskalandi, Lettlandi, Portúgal og Tyrklandi tekist að fara fram úr okkur á tímanum. Á þessum 7 árum að þá hefur það einungis gerst að í 2 Evrópulöndum að hlutfall með háskólagráður hefur minnkað meðal karlmanna. Og það er Pólland og Ísland. Og þið munið kannski eftir myndinni sem ég sýndi ykkur áðan af hraðri fólksfjölgun á Íslandi og ef við beitum gagnrýnu hugsun að þá er eðlilegt að sé spurt: skýrist þessi staða þá ekki bara fjölda innflytjenda sem oftast eru með litla menntun? Það er mjög hæpið að við getum notað fjölda innflytjenda sem afsökun fyrir því að við erum ekki að standa okkur nægilega vel í menntakerfinu. Að við grípum alltaf til þess sem afsökun. Því að Svíar voru til dæmis að færast upp í annað sætið í samkeppnishæfni í nýsköpun, þrátt fyrir þær miklu áskorunir sem þeir hafa verið að takast á við og eru að takast á við í dag. Og stálu öðru sætinu af Bandaríkjunum. Síðan frá tölum Times Higher Education stöðu háskólana sem birtust nýjustu tölur í síðustu viku,
Þá má sjá nokkra bestu háskólum Norðurlandana en Norðurlöndin samtals eiga 27 háskóla á meðal þeirra 500 bestu. Staðan er hins vegar sú, samkvæmt tölunum sem kom í síðustu viku, að núna eigum við engan skóla meðal 500 bestu háskóla í heimi. Og ég get ekki útilokað það að ykkur finnist ég vera að draga upp dökka mynd sem stjórnmálamenn venjulega setja upp í einhverju ljóma dýrð. Við getum verið mjög stolt af árangri okkar í nýsköpun. En gögnin segja mér einfaldlega að við megum engan tíma missa. Þessar mundir eru 11 ár síðan ég missti móður mína. Ég þurfti að horfast í augu við það að lífið getur verið stutt, bara mjög stutt. Og það er mjög sárt að kveðja sína nánustu. En hvernig maður bregst við slíku áfalli er líka mjög persónubundið. Og þegar ég lít tilbaka verð ég að segja að ég varð mjög upptekin af því að nýta tíma minn vel. Og ég hef reynt að komast yfir margt og gera hluti hratt. Ég hef reynt að gera mitt besta á stuttum tíma. Og þegar mann er treyst fyrir að vera ráðherra háskóla, iðnaðar og nýsköpunar og trúa fyrir því sem ég upplifi vera stærsta efnahagsmálið, þá finnst mér það vera skylda mín að ná árangri fyrir Ísland. Og það var þess vegna sem ég setti mér markmið að vinna að róttækum kerfisbreytingum því það blasti við mér strax í upphafi að nýsköpun og bætt lífsgæði þau byggja á sandi ef við veitum unga fólkinu okkar ekki frábæra menntun. Og ég er búin að vera ráðherra háskóla, iðnaðar og nýsköpunar í 22 mánuði. Og ég ætla að nota tækifærið og segja ykkur að við erum ekki aðeins að greina vandamálin og benda á stöðuna, við erum líka að gera okkar besta til að ná árangri fyrir Ísland. Og við höfum bætt aðgengi atvinnulífsins að alþjóðlegum sérfræðingum utan EES sem nýsköpunin kallaði helst eftir, með því að einfalda kerfið og treysta atvinnulífinu í ríkara mæli. Við höfum einsett okkur að innleiða nýsköpun í heilbrigðiskerfið með því að styðja einkaframtakið að komast inn fyrir múra hins opinbera kerfis til að auka skilvirkni og bæta þjónustu við sjúklinga. Strax sjáum við mikinn árangur af því. Sjóðakerfið okkar þarfnast líka breytinga. Það er orðið full umfangsmikið og mikil yfirbygging og flókið fyrir atvinnulífið. Við erum byrjuð að breyta því að fækka sjóðum og draga úr yfirbyggingu til að fjármagni nýtist beint til nýsköpunar. Stærsta kerfi sem þarf hins vegar að breyta er menntakerfið. Ég tók hluta af fjármögnun háskólana og setti strax í samstarf skólana. Það leiddi til þess að í gær skrifaði ég undir viljayfirlýsingu sameiningu Bifrastar og Háskólans á Akureyri, eins og ég gerði fyrir stuttu með Háskólanum á Hólum og Háskóla Íslands að ýta undir aukið samstarf skólana og mögulega sameiningu til þess að við komumst einhvern tímann í hóp bestu háskóla heims, þá verðum við einfaldlega að vera með færri en öflugri einingar. Síðastliðið vor fórum við líka í átak til að reyna að fá fleiri stráka inn í háskólana og við náðum 13,5% aukningu í strákum sem byrjaði í Háskóla Íslands í haust með við árið 2022. Og það er umfram væntingar og þar þurfum við að halda áfram. Síðast en ekki síst langar mig bara að nefna breytingarnar á fjármögnun háskólana sem er gagnger kerfisbreyting árangurstengda fjármögnun og hvernig við nálgumst háskólastarfið. Við þurfum aukin gæði, við þurfum fleiri nemendur í tækni og raungreinum og ég ætla að koma skólunum í hóp þeirra bestu. Ekkert af þessu hefði gerst nú þegar vegna þess að nema að við náðum að búa til allt öðruvísi ráðuneyti. Breytingar á stjórnkerfinu svo það virki fyrir fólk að við náum árangri þar sem yfirbygging er í lágmarki, skýrari forgangsröðun og engar nefndir eða stýrihópar. Mér var boðið í dagmál Morgunblaðsins daginn og þar spurði blaðamaðurinn að ég var nú þegar búin að kynna gagngera kerfisbreytingu á háskólunum sem kallað hefði verið eftir frá árinu 2007 hvað ég ætlaði nú að gera það sem eftir væri kjörtímabilsins. Svarið var ekki flókið.
Ég að vinna í ótal mörgum málum sem snúa öll að því að við eigum fleiri sterkari stoðir í íslensku efnahagslífi. Að við drögum úr hagsveiflum og búum til miklu fleiri tækifæri og aukum lífsgæði. Fyrir örfáum dögum var svo annað viðtal í dagmálum við forstjóra Brims sem lýsti meðal annars viðhorfi almennings til alls konar kerfa sem við höfum í samfélaginu. Mestar áhyggjur hefur fólk af heilbrigðiskerfinu, menntakerfið kemur svo örfáum sætum neðar, en almenningur, þáttakendur í könnuninni, hafa miklu minni áhyggjur af sjávarútvegskerfinu. Ástæðan er einfaldlega sú að fjölmargir gera sér grein fyrir því að sjávarútvegskerfið okkar er gott og betra kerfi er vanfundið. Kerfi sem eitt og sér fjármagnar meira en helming þess sem kostar að reka háskóla í landinu. 27 manna starfshópur matvælaráðherra komst meðal annars að þeirri niðurstöðu að það væri ekki til betra kerfi en okkar. Samt er það svo að stór hópur stjórnmálamanna er mest upptekinn af því að snúa þessu kerfi á hvolf, að kollvarpa því. Þetta sama fólk hefur minni áhyggjur af þeim kerfum sem við ættum að vera að einbeita okkur að því að breyta og standast einfaldlega ekki alþjóðlegan samanburð, eins og menntakerfið. Reikningsdæmið er því mjög einfalt. Ef samfélagið opnar ekki augum fyrir því að við erum að dragast aftur úr þegar kemur að undirstöðu nýsköpunar og verðmætasköpunar, menntakerfinu, þá missum við af lestinni í samkeppni þjóða. Og við getum staðið hér í allan dag og haldið hástemmdar ræður mikilvægi nýsköpunar og árangur stjórnvalda nú þegar. Við getum einhvern veginn staðið bara og trúa því að handan við hornið sé hjörð einhyrninga sem bíður eftir því að verða fjórða stoðin í íslensku efnahagslífi. Sem einhvern veginn kemur og prumpar glimmeri við landan og bíður okkur öllum betri lífsgæði. En ég lít ekki á mitt hlutverk að láta ykkur líða betur. Blessunarlega lærði ég það á sjónum að það er fullkomlega ömurlegt að sofa yfir sig. Sofna á verðinum, klúðra því verkefni sem ég var falið og þess vegna nota ég tækifærið sem ég fæ með ykkur hér í dag til að gera mitt besta til að vekja ykkur og aðra. Skapa óþægindin sem ég fékk þegar ég vaknaði og vaktin var búin. Deila því með ykkur að í mínum störfum sé ég ótal vísbendingar að við séum fljótandi, sofandi á feigðarósi. Við höfum einhvern veginn læst að okkur. Liggjum einfaldlega steinsofandi í kojunni og áttum okkur ekki á því hvað er að gerast fyrir utan. Og ég er að biðja að þið látið nýsköpun, menntakerfið, háskólana og vísindasamfélagið ykkur varða. Framtíðin getur nefnilega verið svo björt. Ef hér er frelsi til athafna, ef við búum til grunninn fyrir framúrskarandi nýsköpun, hið opinbera þvælist ekki fyrir og gefur atvinnulífinu svigrúm til að skapa verðmætin. Og ef þið sjávarútvegurinn, þessi mikilvæga stoð íslensk efnahagslífs, takið þátt í því að vekja samfélagið upp af værum svefni. Lífið er stutt, stundum alveg mjög stutt. Kjörtímabil eru ennþá styttri og verða stundum styttri en mann grunar. En ég trúi á Ísland og ég er tilbúin til að nýta tíma minn vel og leggja allt undir til að ná árangri. Og ég vona að þið séu til í að vera þáttakendur í að breyta þeim kerfum sem þarf að breyta. Einbeitum okkur að því. En látum bestu kerfin sem virka, í friði. Takk.
Þessi misserinn þá erum við núna einblína mest á að reyna að gera meira fyrir minna. Það er að segja að við erum að vinna í því að létta vörunar okkar, nota minna hráefni til þess að uppfylla sömu þarfir á markaði í rauninni. Svo erum við líka að vinna í því að auka endurvinnsluhlutfallið í vörunum. Við erum búin að setja okkur markmið að árið 2028 verði 20% af hráefni sem við notum endurunnið hráefni og við erum notum 3% í dag, þannig að það er alveg svolítið vegur að ganga. Og svo síðast en ekki síst þá erum við líka að vinna í orkuskiptunum. Okkar geiri hann notar jarðefnaeldsneyti og verksmiðjan hérna á Dalvík er svona að vinna ákveðið brautryðjandastarf í því að fara yfir í græna orku, fara yfir í rafmagn. Og við erum að skipta út búnaði hérna og höfum notið stuðnings hérna Orkusjóðs sem er bara mjög mikilvægt í svona verkefnum. Við erum Genís og við framleiðum Benecta og afurðir unnar úr rækjuskjöl sem er kítín, sem er sykran sem er aðal uppistaðan. Og kítín er sem sagt önnur algengasta sykran bara í náttúrunni á eftir sellulósa. Ein af þróunarstoðunum hjá fyrirtækinu er beinaverkefni þar sem við erum að taka lengri sykrur og stefnan er að nota það sem beinörvandi efni. Og þá tökum við þetta kítósanið okkar og við blöndum við svona lífplast og svo er markmiðið bara að taka mynd af beinunum sem hafa verið fyrir áfalli eða hafa brotnað eða hefur þurft að taka úr vegna krabbameins eða eitthvað slíkt. Og svo er það 3D prentað og þá er hægt að gera í rauninni sérhannaða ígræðslu fyrir hvern og einn einstakling. Bæði kítósanið og plastið í rauninni hörfar þegar beinvöxtur hefst. Við erum í upphafsfasanum á að breyta einu af skipunum okkar fyrir rafeldsneyti og þetta er mikil breyting á skipi. Þetta krefst nýra aðalvélar. Það sem við erum að leggja mest áherslu á núna í okkar skoðunum er ammóníak og það krefst þess að við séum með sílendríska tanka, hringlótta tanka þar að segja, þannig að þetta tekur meira pláss eldsneytið út af bara formin á tönkunum einfaldlega og svo þar að auki töluvert minna orkuinnihald í rafeldsneyti miðað við dísel þannig að þeir þurfa líka meira rúmmál. Þannig að þetta er umfangsmikil breyting. Við sjáum alveg hvað gerist í kringum okkur og við sjáum bara kröfu umræðunar það að menn bregðist við þessu með einum öðrum hætti og kaupendahópurinn okkar vörum þetta er fólk sem borðar hollan mat og er þenkjandi umhverfislega séð. Þannig að þeir auðvitað horfa til þessa líka, að fiskurinn sé veiddur með umhverfisvænum hætti. Dr. Bragi er íslenskt vörumerki sem selur og markaðssetur íslenskar húðvörur, byltingarkenndar húðvörur sem innihalda sjávarensím úr íslenskum þorski, byggt á áratugarrannsóknum. Og það sem gerir þessi ensím einstök er að í þeirra náttúrulega umhverfi sem er -2 gráður, þegar við komast í snertingu við líkamshita, þá verða þau ofurvirk og örva þar með endurnýjunarferli húðarinnar og stöðva ótímabæra öldrun. Takk kærlega Áslaug fyrir kröftugan innblástur. Ég held að ég geti talað fyrir munni allra hér inni og þeirra sem þekkja til í rótgrónu kerfi sjávarútvegs í dýnamísku og síbreytilegu umhverfi alþjóðlegra viðskipta, að þá munum við ekki láta okkar eftir liggja í því að breyta kerfum þar sem breytinga er þörf. En aðeins að gagnsæi í sjávarútvegi. Gagnsæi í sjávarútvegi virðist nú orðið eitt stærsta viðfangsefni matvælaráðuneytis. Í nýlegri grein sagði matvælaráðherra að það væri ríkur vilji þjóðarinnar til aukins gagnsæis í sjávarútvegi. Gagnsæi er að sönnu mikilvægt. Gagnsæi er forsenda trausts. En ég skal fúslega viðurkenna að ég hef átt erfitt með að greina hvað það er nákvæmlega sem skortir á í opinberum upplýsingum sjávarútveg. Eftirlit með reglum sem gilda hámarkshlutdeild og tengda aðila er á hendi Fiskistofu, þar sem opinberar upplýsingar úr fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra, sem er öllum aðgengileg, liggja til grundvallar. Þær upplýsingar eru orðnar enn ítarlegri eftir nýlega lagabreytingar
sem kveða skyldu til að upplýsa raunverulega eigendur fyrirtækja. Hið sama gildir upplýsingar úr ársreikningaskrá. Þær eru öllum aðgengilegar. Raunar það svo að fiskiskip og útgerðir geta sig nánast hvergi hreyft án þess að Fiskistofa hafi af því veður og það vel. Strangar reglur gilda til að mynda tilkynningar til Fiskistofu landanir og afla. Þar sem allt aðgengilegt í rauntíma á gagnasíðum Fiskistofu. Þar má meðal annars sjá allar upplýsingar hlutdeildir, úthlutanir, veiðileyfi eftir tegundum, aflamark, viðskipti með aflamark, landanir og aflastöðu, tegundatilfærslur, flutning á milli ára, umfram veiði og svo framvegis. Allt saman þetta sundurgreint eftir árum, eftir útgerðum, eftir skipum, eftir löndunarhöfnum, eftir tegundum og áfram get ég talið. Raunar eru þessi gögn það ítarleg og gagnsæ að til eru dæmi að samningsstaða íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja hafi borið hnekki gagnvart erlendum kaupendum sem nýta sér þessar upplýsingar óspart í viðræðum kaup og kjör á fiski. Þá fer ýmiss konar söfnun og birtingu upplýsinga fram hjá Hagstofu Íslands, Samgöngustofu, Verðlagsstofu, Skiptavers, Landhelgisgæslu og tollayfirvöldum. Og atvinnugreinin hefur sjálf stuðlað að auknu gagnsæi, þar sem fjöldi fyrirtækja hafa sett stefnu í samfélagsábyrgð og birt ýmiss konar ófjárhagslegar upplýsingar. Því til viðbótar eru 2 af stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum landsins með hlutabréf skráð í Kauphöll og 3. fyrirtækið á leið þangað í lok árs. Á þessum aðilum hvílir því rík upplýsingaskylda. Þá má heldur ekki gleyma radarnum sem SFS heldur úti og hefur að geyma eins konar mælaborð sjávarútvegs á netinu. Og að endingu það svo auðvitað þessi góði dagur, sjávarútvegsdagurinn, sem núna haldinn í 10. sinn. Sjávarútvegur og nú fiskeldi eru einu atvinnugreinarnar sem boða til sérstaks fundar árlega til þess að ræða afkomu, rekstur og fjárhagslega stöðu atvinnugreinanna ár frá ári. Og við ætlum að halda þessu áfram, því samtalið mikilvægt, gagnsæi mikilvægt. En á sama tíma vil ég að öllum sé það ljóst að það nákvæmlega engin fótur fyrir hálfkveðnum vísum skort á gagnsæi þegar kemur að sjávarútvegi. Ég fullyrði að engin atvinnugrein, engin, hvort heldur hér á landi eða á hinum alþjóðlega vettvangi sjávarútvegs, hefur jafnmikið magn upplýsinga aðgengilegt og til reiðu hverjum þeim sem vill afla sér frekari þekkingar. Nú að þessu sögðu og venju samkvæmt vil ég bjóða Jónas Gest Jónasson, löggiltan endurskoðanda og meðeiganda hjá Deloitte, velkomin á svið til þess að leggja mikilvæg lóð á vogarskálar, gagnsæis. Gjörðu svo vel. Já, sælveriði, ráðherra og aðri góður fundagestir. Góðan daginn alls saman. En það ánægjulegt að vera komin hér og fara með ykkur tölur úr sjávarútvegsgagnagrunni Deloitte. Og virkilega gaman að sjá okkur í salnum. En eins og Heiðrún sagði án, þá þetta í 10. sinn sem við höldum sjávarútvegsdaginn í samstarfi Deloitte, SFS og SA. Eins og þið sjáið dagurinn svona með hefðbundnu snið í ár, fólk í salnum, en við munum svo einnig birta upptökur á netinu síðar í vikunni. En Deloitte hefur þróað gagnagrunn með rekstrarupplýsingum sjávarútvegsfélaga frá árinu 2001. Upplýsingar í grunnunum alltaf vera nákvæmari og erum við með 94% í þorskígildu talið af rekstrarupplýsingum hjá sjávarútvegsfélagunum sem úthlutar aflaheimildir sem það mesta sem haft og það gildir núna fyrir síðustu 2 árin. Í grunnunum okkar í ár erum við 100 fyrirtæki. Gagnagrunnurinn virka þannig að tölurnar séu uppreiknaðar þannig að það spegli öll sjávarútvegsfélag með úthlutaðar aflaheimildir. Gagnagrunni Deloitte ætlað að draga fram rekstrarniðurstöðu sjávarútvegsfélaga á Íslandi og höfum þannig leiðrétt fyrir áhrifum að eignarhaldi innan greinarinnar. Við horfum þannig á reksturinn á Íslandi sem eina samstæðu
til dæmis ef félag A á hluti í félagi B sem einnig rekur sjávarútvegsfélag, þá eru áhrif reksturs B á afkoma A ekki meðtalin grunni því þannig verður þau tvítalin. Svo þetta er ein samstæða. Svo ef við höldum hérna aðeins áfram, þá sjáum við vöxtin í tekjum og EBITDA á þessari glæru. Grænu súlurnar sýna þróun á tekjum frá 2018 til 2022 og gráu súlurnar EBITDA-na. Hvíta línan sýnir síðan EBITDA-framleiðina hlutfallslega af tekjum. Tölurnar í myndinni eru á verðlagi hvers árs eins og alla tölur í kynningunni. Tekjur í sjávarútvegi eins og þið sjáið jukust 73 milljarða frá árinu 2021 eða 23,8%. En verðvísitala sjávarafurða hækkaði 18,7% frá árinu 2021. Heildarafli jókst 22,4% á milli ára og munar þar aukningu á loðnu, en aflinn fór úr 147.000 tonnum í 450.000 tonn. EBITDA hefur aukist frá árinu 2018 og er mjög góð á árunum 2019 til 2022. Og eins og við sjáum á myndunum er EBITDA framleiðin 27% 2021 en hækkaði í 29% árið 2022. Þetta er mjög góð EBITDA framleið í sögulegu samhengi. Þegar við setjum EBITDA á sama verðlagi í krónutölu, þá er EBITDA ársins 2022 besta EBITDA í sögunni. Þessi mynd sýnir svona þróun á liðnum áratugum og hvernig þessi EBITDA framleið hefur þróast sem hlutfall af tekjum. Og þrátt fyrir að veittur afli, það er að segja þorskafli, sem er okkar verðmætasta tegund, hefur dregist saman. Þorskaflinn, það er Skeiðasvæðið, fór hæst í 450.000 tonn en var árið 2022 244.000 tonn. Ég hef skipt þessu upp í nokkur tímabil, það er að segja í 6 tímabil, og fyrsta tímabil er svona fyrir dag kvótakerfisins frá 1980 til 83, þá sjáum við það er 7% EBITDA framlegð. Á tímabilinu frá 84 til 91 þá erum við 15% EBITDA framlegð, það er svona fyrir frjálsa framsalið. Svo horfum við á næsta þriðja tímabil þá frá 92 til 2007 þá erum við 20% EBITDA fyrir bankahrunið. 2008 til 2012 þá vorum við 29% EBITDA og vorum við mjög veikri krónu. 2013 til 2019 erum við 23% EBITDA og það var fyrir faraldurinn, það er síðan COVID. Og svo ef við horfum núna 2020 til 2022 þá vorum við 27% EBITDA í COVID-inu og í stríðinu, svo við þekkjum. Öll félög sem hafa úthlutað aflaheimildir yfir 2000 tonn, samtals í síld og loðnu, flokkast undir blönduð uppsjávar- og botnfiskfélög. Blönduð uppsjávar- og botnfiskfélög er að skila hæstri framleiði sínu rekstri samanborið við aðra flokka hlutfallslega, en botnfiskútgerð og vinnsla er að skila lögust afkomu hlutfallslega. Myndin sýnir að blönduðu félögin skiluðu hlutfallslega mun betri framleiði af tekjum árið 2022, það er að segja 34% á móti 31% 2021. Og það sama má segja botnfiskútgerðina sem skilaði núna 26% en skilaði 24% árið og undan. Svo ef við færum okkur yfir í hagnaðinn, þá er hagnaður ársins 2022 67 milljarðar sem er aðeins hækkun frá fyrra ári. En þegar við setjum hagnað áranna á sama verðlag, þá jafnast hagnaðurinn 2022 á við hagnaðinn 2011, 2013, 2016 og núna 2021. Á árunum 2017 og 2018 var minnsti hagnaður í sjávarútvegi frá árinu 2009. En sjáum á næstu glærum, þá greini ég hagnaðinn síðastliðna 2 ára. Við erum búin að setja upp svokallaða brú á hagnaðnum. Við ætlum að byrja samt á EBIT fyrst, það er að segja hagnað fyrir vexti og tekjuskatt. Og eins og við sjáum hérna í grænu súlunni lengst í vinstri, þá er það 92 milljarðar. Og sölu hagnaðar fasta fjármuna eru 9 milljarðar. Vextirnir eru 11 milljarðar. Þeir hafa verið að hækka núna, við sjáum það í grunnunum hjá okkur, bæði 2022 versus 2021 sem er eðlilegt í þessu vaxtahækkunum og svo er meiri fjárbinding í byrðum líka. Gengistapið er 3 milljarðar, hlutdeildartekjur í öðrum félögum 3 milljarðar, sölutap á hlutabréfum 5 milljarðar og reiknaði tekjuskattur 17 milljarðar. Þannig endar hagnaðurinn í 67 milljarðum. Og ef við skoðum sambærilega brú fyrir 2021, þá er hagnaður fyrir vexti og tekjuskatt hérna 68 milljarðar, hérna er söluhagnaður 3 milljarðar, vextir eru 9 milljarðar, gengishagnaður 7 milljarðar, hlutdeildartekjur í öðrum félögum 8 milljarðar, söluhagnaður hlutabréfa 2 milljarðar,
reiknaði tekjuskattur 15 milljarðar og hérna enduðu þá hagnaðan í 65 milljarðar. Svo við förum þá yfir í skuldastöðuna, en þær hafa aukist frá árinu 2018 eins og þið sjáið í súlunum. Sjáum að heildarskuldirnar í gráu súlunum, árið 2022 í grænu súlunni. Heildarskuldirnar árið 2022 voru 482 milljarðar og þær hækkuðu 25 milljarðar á milli ára. En skuldir sem hlutfall af EBITDA hafa farið hratt lækkandi frá árinu 2018 samhliða hækkandi EBITDA eða framlegð og það er þetta hlutfall 4,4 í árslok 2022 og þetta sjáum við á hvítu línu, það er ásinn hægra megin. Hérna sjáum við nýja langtímaskuldir umfram afborgun nemur 24 milljörðum síðastliðin 5 ár samkvæmt sjóðstreymi félagana. Undanfarið 5 ár hafa nýja langtímaskuldir verið umfram afborgunar á 3 af þessum árum en 2 eru þannig að afborgan langtímalána eru umfram ný langtímalán. Þá færum okkur yfir í fjárfestingarnar. Hérna sjáum við fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum í milljörðum í súlunum samkvæmt sjóðstreymi félagana og fjárstyrkur sem hlutfall af EBITDA í hvítu línunni. Fjárfestingar er að meðaltali 24 milljarðar á árunum 2018-2022 og þess má geta afskutt í fasta fjármuna í rekstrarreikningum eru 17 milljarðar. En eins og við sjáum fjárfestingin ár 31 milljarður. Það má segja að þessar tölu sýni styrk greinarinnar, áskorun tengdar heimsfaraldi hafa ekki haft áhrif á fjárfestingar. Þá er komin að arðgreiðslunum. Súlurnar sýna arðgreiðslur í milljörðum króna og hvíta línan sýna arðgreiðslun hlutfall af EBITDA frá fyrra ári. Arðgreiðslan hlutfall af EBITDA eru 27%. Arðgreiðslan hækkuðu árið 2022 með árið 2021 4 milljarða. Hagnaður ársins 2021 var 65 milljarðar og arðgreiðslan því 35% af hagnanum. Þess má geta að stór hluti af þessum arðgreiðslum tilheyra skráðum félögum á hlutabréfamarkaði. Og hluti er einnig vegna kynslóðaskipta. Það sem er verið að greiða út arð til að borga erfðafjárskattinn. En fleiri mælikvarðar eru til að mæta arðgreiðslur í hlutföllum. Og hérna í grænu súlunum sjáum við bókvort eigið fé árslok 2017 til 2021 en í gráu súlunum sjáum við arðgreiðslur sem greiddar voru út árið eftir. Hægt er að nota ýmsa mælikvarða arðgreiðslur hvort séu háar eða lágar en arðgreiðslur eru 4-7% á bókvort eigið fé fyrir þessi ár. Arðgreiðslur ársins 2022 voru 6% á bókvort eigið fé í árslok 2021. En þessi mynd hér sýnir hversu mikið bein opinber gjöld sjávarútvegsfélaga hafa þróast á undanförnum árum. Bein opinber gjöld samkvæmt þessu voru rúmir 27 milljarðar vegna ársins 2022. Á tímabilinu 2018 til 2022 voru bein opinber gjöld sjávarútvegs 22 milljarðar meðaltal ári. Á árinu 2022 er tekjuskattur 13,9 milljarðar, veiðigjöld 7,9 milljarðar og tryggingagjald 5,6 milljarðar. Veiðigjöld eru svipuð frá fyrra ári en reiknistofn veiðigjöld sem greitt var á árinu 2022 er vegna ársins 2020. Núna á árinu 2023 er búið að greiða 7 milljarðar veiðigjald fyrstu 8 mánuði ársins og stefni veiðigjald ársins 2023 í á bilinu 10-11 milljarðar. Og það kemur ekki óvart að veiðigjaldi vegna ársins 2024 er töluvert hærri en þetta. En Deloitte hefur einnig smíðað gagnagrunn rekstur fiskeldis á Íslandi. Ég ætla að fara svona með ykkur í gegnum helstu niðurstöður og gagnagrunnum fyrir árið 2022. Gagnagrunnum Deloitte er ætlað að draga fram rekstrarniðurstöðu fiskeldis á Íslandi og hefur þannig leiðrétt fyrir áhrifum eignarhaldi innan greinarinnar eins og hjá sjávarútvegsfélögum og ég fór yfir áðan. Samhliða aukningu í framleiðslu á eldisfiski hafa tekjur aukist jafnt og þétt og hafa aldrei verið hærri en árinu 2022 eða 62 milljarðar króna. Meðalverði hækkaði 22% og útflutningur úr tonnum jókst 10%. EBITDA er 3,2 milljarðar, það er að segja framlegin, en tap var að rekstri fiskeldis á árinu upp á 2,3 milljarðar. Tap er að mestu tilkomum vegna 2 félaga sem stafar á tjóni í kjölfar sjúkdóma í lífmassa. Samhliða aukningu í framleiðslunni hefur fjöldi launþega aukist í greininni og telur árið 2022 685 launþega. Þetta er upp 49% frá árinu 2018 og auk fjölda verktaka sem vinna við greinina.
Hér gefur að líta efnahagsreikning fiskeldis í lok árs 2022 og eins og sjá má eru skuldirnar 77 milljarðar, sem var gráa súlan hana vinstra megin, eigið fé 57 milljarðar eða 42% eiginfjárhlutfall og heildareignirnar eru 134 milljarðar, það er súlan lengst til hægri, sem skiptist í 80 milljarða fasta fjármuni og 54 milljarða í veltufjármuni. Eigið fé greinarinnar hefur aukist frá ári til árs þar sem hlutar hafa verið að auka við hlutafé. Ef við skoðum eignahliðina sjáum við að töluverð fjárbinding í veltufjármunum, eða 54 milljarðar króna sem er 41% af heildareignum greinarinnar. Hér munar mest fjárbindingu í lífmassa. Efnahagsreikningur fiskeldisins er sterkur sem veitir ekki af í þeim uppbyggingafasa sem fiskeldið í. Þessi mynd hérna sýnir bein opinber gjöld fiskeldisfélaga árunum 2020 til 2022. Bein opinber gjöld samkvæmt þessu voru 1408 milljónir á árinu 2022. Á árinu er tekjuskattur 439 milljónir, tryggingagjald 527 milljónir og auðlindagjald 441 miljón. En auðlindagjald samastendur af gjöldum vegna fiskeldis í sjó og framlögum í fiskeldissjóð. Við skoðun á þessum tölum þarf að hafa í huga að er að unga atvinnugrein í uppbyggingu og tap hefur verið á síðustu 4 árum af 5. Einungis 2 félög í gagnagrunn Deloitte greiða tekjuskatt. Önnur félög er enn að nýta upp sanna tap frá uppbyggingatímabili eða eru í taprekstri. Eins og farið yfir hefur íslenskur sjávarútvegur fjárfest verulega á undanförnum árum. Afkoman hefur jafnframt verið sterk undanfarin ár og sérstaklega á síðustu 4 árum þar sem EBITDA jókst umtalsvert. Þetta var besta loðnuvertið í magni tali síðan 2013. Það er ljóst að greinin er að njóta ábáta af þeim miklu fjárstyrkum sem ráðist hefur í bæði í skipum og fiskvinnslum. Áhugavert er að fylgjast með þróun sem hefur átt sér stað í fiskeldi, sem er nú 14% umfangi íslensks sjávarútvegs mælt í tekjum út frá gagnagrunni Deloitte. Töluverðar fjárfestingar hafa verið í fiskeldinu undanfarin ár og vísbendingar og sú þróun haldi áfram. Árið 2022 hefur falið í sér ýmsar áskoranir fyrir bæði sjávarútveg og fiskeldi. Fróðlegt verður að sjá hvernig rekstratölurnar mun líta út fyrir árið 2023 en greinin nýtur góðs af því að vera með sterka eiginfjárstöðu. Takk kærlega fyrir mig. Helstu áskoranirnar okkar, við erum að fara í lyfjaþróun, regluverkið er náttúrulega gigantískt og íþyngjandi og það er flókið og mikið verk koma að lyfjum á markað og svo er náttúrulega ákveðin áskorun er mannauður að fá fólk til þess að treysta því að þetta sé eitthvað, að maður hafi eitthvað í höndunum til þess að halda áfram með og að það sé þessi verið að flytja á seglufjörð til þess að koma og vinna í litlu lyfjatæknifyrirtæki því að það sé í rauninni framtíð sem að sé til staðar og þetta sé eitthvað sem er hægt að treysta á. Já, eins og þetta er nú svolítið öðru sem við höfum unnið stór verkefni áður en þeir eru öll svona kannski eitthvað sem hefur verið gert áður. Þetta hefur ekki verið gert áður. Og þegar við förum svona að tala við vélaframleiðendur og þess að sem er að bjóða búnað sem getur gert þetta, þá er hann kannski ekki alveg tiltækur. Þannig að þetta er allt, það er svo erfitt að ákveða í hvaða átt og ætlar að fara með hluta því þeir eru ekki til. Þannig að þú þarf svolítið svona að þróa þetta svona as we go, eins og maður segir sko. En þetta er hægt í dag sko, maður sér það alveg sko. Hvað þetta varðar, þá kannski svona þetta ætla að létta vörur á sama tíma og þú vilt fara að nota meira endurunnið hráefni. Það getur verið svona ákveðin, getur við sagt mótsögn í því vegna þess að endurunnið hráefni er ofta lakari gæðum heldur en nýtt hráefni og það er svona meiri óvissa og minni stöðuleiki í gæðunum. En við svona höfum reynda og erum að reyna að bregðast við því með því að leggja áherslu á að ná okkar eigin vörum inn til endurvinnslu. Því að við vitum að það er gæðarhráefni í þeim og ef okkur tekst það að ná þeim inn, þá held ég að við munum leysa þessa áskorun. Þetta er vissulega svona verkefni sem við þurfum að fást við. Það eru ótal margar áskorunir í nýsköpun en svona kannski fyrir okkur það helstu er að okkar vara sem þarf að fara út fyrir landsteinana. Ísland er örmarkaður þannig við verðum að leita út fyrir landsteinana til að vaxa
og það kostar mikið fjármagn, tekur langan tíma og mikið fjármagn og eins líka að stækka. Það kostar líka að framleiða stórar pantanir og það kannski kallar á tæki og tól og svo framvegis. En þetta eru svona kannski helstu áskorunar hvað okkur varðar. Ég vil þakka Jónasi gesti kærlega fyrir hið árlega erindi og líka þakka Jónasi og Deloitte fyrir þetta frumkvæði sem að þau eru að sýna í því að taka þessar upplýsingar saman og halda úti þessum mikilvæga gagnagrunni. Já, það gekk að sönnu vel á síðasta ári í sjávarútvegi. Því má að miklu leyti þakka fádæma góðri loðnuvertíð. En loðnan sýnir okkur einmitt að það þarf að stíga ölduna í sjávarútvegi. Sala á loðnu hefur til að mynda gengið treglega það sem af er ári og það sýna útflutningstölur vel. Á síðasta ári var líka töluverð hækkun á verði sjávarafurða sem við sjáum nú ganga tilbaka að einhverju leyti. Saga og reynsla segja okkur að verri efnahagshorfur í okkar helstu viðskiptalöndum leiða líka almennt til verðlækkana. Ég horfði einmitt á morgunþátt í bresku sjónvarpi í liðinni viku og þar var einmitt fjallað efnahagsástandið þar í landi, verðbólgu og sögulega háa vexti. Og umræðan var þessi, við könnumst auðvitað við þetta, en þar var notað hugtakið heat or eat, að fólk þyrfti raunverulega að velja hvort fjármunum væri ráðstafað í hita eða mat. Þessi staða í okkar mikilvægasta viðskiptalandi, þar sem fólk þarf að velja kannski aðra og ódýrari próteingjafa en hágæða íslenskan fisk, þessi staða leiðir til þrýstings á verðlækkanir. Og við sjáum líka að aðföng hafa hækkað töluvert í verði. Allt þetta er áskorun, en þetta er áskorun sem að sterkur sjávarútvegur siglir í gegnum. Þannig að já, við getum þakkað fyrir afburðagott ár í fyrra, en nýja árið felur í sér þessar áskoranir. Og þið þurfið ekki að hafa mín orð fyrir þessu, aftur að gagnsæinu margumtalaða. Afkomutölur bæði brims og síldarvinnslunar skráðu félagana á fyrstu 6 mánuðum ársins bera þessu ágætt vitni. En vindum þá kvæði okkar í kross og ræðum nýsköpun. Það er eiginlega ekki hægt að halda fund nýsköpun í sjávarútvegi án þess að fjalla Kerecis. Fyrirtækið sem einhverjir höfðu heyrt færri þekktu og margir litu kannski á sem, ég leyfi mér að segja krútt fyrirtæki á Ísafirði sem átti sér þann háleita draum að bjarga heiminum með íslenskum þorski. Og viti menn, það tókst. Með einstakri vestfiskri seglu og hyggjuviti tókst Guðmundi Fertram og hans teymi að gera nokkuð afskekktan og því miður stundum afskiptan hluta landsins að suðupotti nýsköpunar og verðmætasköpunar. Við viljum heyra meira þessa vegferð, hugmyndina, hindranirnar, tækifærin, áskoranir og ekki síst hvernig getum við stuðlað að því að fleiri svona sögur og meiri verðmæti verði til í hinum dreifðari byggðum landsins. Guðmundur Fertram Sigurjónsson, stofnandi og forstjóri Kerecis, velkomin á svið. Svo góðan dag öll sömul og til hamingju þennan góða fund. Það er gaman að sjá hvað gengur vel í sjávarútvegi á Íslandi í dag. Og kæra þakkir SFS fyrir boð að koma hérna og gefa mig sviðið. Ég ætla að segja ykkur frá sögu Kerecis og svona hvað við skipt máli í rekstrinum, en ég ætla líka að tala mín hugðarefni og koma því á framfæri sem mig langar að tala En eins og fundastörum kom inn á, þá vakti Kerecis mikil athygli sumar þegar félag var fyrst íslenski einhyrningurinn. Þegar verðmat þess fór vel yfir 1 milljard bandaríkjadollara þegar það var selt erlendum kaupanda. Við erum auðvitað stolt af viðskiptunum, en miklu frekar þakklát fyrir tækifæri til að koma lækningavörum úr íslensku þorskroði inn á 140 markaði allan heim, þar sem nýja móðurfélag okkar starfar. Með sölunni var til fordæmi í íslenskri nýsköpunarsögu ævintýralegan vöxt sprotafyrirtækis sem stofnað voru á stórhug en litlum efnum.
Með markvissum endabótum í iðnviðum og afstöðu til fjárfestinga í nýsköpunarfyrirtækjum getum við tekið höndum saman og tryggt að Kerecis sé fyrsti einhyrningurinn á mörgum sem verða muni til á Íslandi á næstu árum. Það má segja að grunnurinn sem viðskiptahugmyndir sem Kerecis byggir á hafi byrjað að verða til aldamótin þegar ég kom heim úr námi og atvinnurekstri í Danmörku og fór að vinna hjá Össuri. Þar uppgötvaði ég sykursýki og alvarlegar afleiðingar hennar og það var magnað að byrja að fræðast sykursýki og afleiðingar þess á fólk. Fólk sem fær sykursýki þá deyja háraðarnir í fótunum, taugarnar deyja. Þegar taugarnar deyja þá missir fólk tilfinningur í fæturnar. Fólk rekur sig í, það kemur lítið risp á fæturnar og stundum þá stækkar sárið og það stækkar og þegar að sárið komið inn á beini að þá ekki neitt að gera annað en að aflima. Og það var svo áhugavert í Össuri, þegar ég byrjaði að vinna í Össuri, þá hélt ég alltaf að flestir viðskiptavinir í Össuri væri fólk sem hefur aflimað þegar þeir stíð á jarðsprengju eða lent í mótorhjólaslysi eða einhverju slíku, en það var ekki rétt. Langflestir viðskiptavinir í Össuri væri fólk sem hefur aflimað út úr sykursýki. En 6% af öllum sem fá sykursýki, þeir verða fyrir aflimun. Og hérna sjáum við mynd af manni sem hefur aflimaður út af sykursýki og með fót frá Össuri. Að vera aflimaður mjög afdrifaríkt. Það eru gríðarlega slæmar lífslíkur fyrir þá sem verða aflimaðir. Að verða aflimaður 5 ára lífslíkur þeirra sem aflimaðir eru 30%, 70% allar þeirra sem aflimaðir þeirra látnir innan 5 ára. Þetta eru svipar 5 ára líflíkur og þeirra sem fá ristilkrabba og aðeins betur en þeir sem eru með lungnakrabba. Ástæðan fyrir þessum litlu lífslíkum eru margvíslegar. Það eru náttúrulega aðrir sjúkdómar sem eru undirliggjandi orsök sykursýkinnar, en það er líka bara fólk einangrast, það hreyfir sig minna. Ástæðan fyrir fólki með sykursýki offita og hreyfingarleysi, einangrun. Og við aflimun þá eykst þessi einangrun ennþá meira. Þunglyndi eykst, fólk festist á heimilum sínum og hreyfir sig ennþá minna. Fjöldi aflimanna allan heim er 500.000. Það eru 500.000 manna allan heim sem eru aflimuð og gerast á viðskiptavinir Össurar og annarra fyrirtækja. Össur er stærsta fyrirtæki þessum gera. Í Bandaríkjunum er þetta rúmlega 200.000 manns. Þar er mest offita og þar er mest sykursýki og þar er stærsti markaðurinn. Og viðskiptahugmyndin á bakvið Kerecis raunverulega er að koma í veg fyrir aflimanir. Eftir að hafa unnið nokkur ár hjá Össuri og nokkrum öðrum fyrirtækjum gafst mér árið 2007 tækifæri til að fara að huga að nokkrum hugmyndum sem ég hafði varðandi nýja tækni til sáramöndlunar og til að koma í veg fyrir aflimanir. Hugmyndin sáraróði kviknaði og ég fór að byggja upp teymi sem hjálpaði til með að koma hugmyndin áfram. Fyrstu árin var verkefnið rekið fyrir sparifé og meðfram öðrum störfum. En fyrsta utanaðkomandi fjármögnun kom frá Tækniþróunarsjóði í framhaldi af styrkumsókn sem ég sendi inn árið 2009. Það var sama árið og við fengum þennan unnum þessi nýsköpunarkeppnin á Ísafirði. Það er ansi gaman að fletti gegnum þessu umsókn frá 2009 sem er hérna á skjánum því hún er býsna ítarleg og ansi góð, þó ég segi sjálfur frá. En þarna var settu viðskiptaáætlun, viðskiptafylgi kynnt, helstu persónuleikendur kynntir til sögur og svo framvegis. Eins og þið sjáið þarna þá sóttum við styrk upp á 1 milljón króna. 1 milljón frá Tækniþróunarsjóð og 1 milljón sem eigið framlag. Við höfum auðvitað fengið miklu fleiri styrki frá Tækniþróunarsjóð og skattaafslátt og slíkt, en þetta var fyrsti utanaðkomandi peningurinn sem við fengum og skipti miklu. Og til að gera langa sögu stutta þá fengum við þessa milljón og með elju og útsýnarsemi komumst við gegnum fyrstu árin. Fyrsta hlutafjársalan okkur var svo 2010, en þá kom Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins með Finnboga Jónssyni í broddi fylkingarinnar fyrirtækið, Hrafnstúsi Gunnvör, Klofningur og fleiri fyrirtæki. Hugmyndin byrjaði að eflast og prótótýpur urðu til. Við skráðum vöruna, við fengum markaðsleyfi, einkaleyfi. Tilraunir skiluðu góðum árangri. Við hófum vísindalega rannsóknir á sjúklingum sem skiluðu frábærlegum niðurstöðum og sýndu á sáraði með einstaka virkni. Virka mun betur en annað húðlíki. Og varan sem þið sjá þarna myndinni á leiðinni inn í frostþurrkara komst á markað. Árið 2014 fengum við markaðsleyfi í Bandaríkjunum og byrjum að feta okkur inn á þann hraðavaxandi og harða samkeppnismarkað. Fyrstu árin í Ameríku voru krefjandi, enda gengur enginn inn með nýja vörun á sjúkrahús og byrjar að selja hann í skipsförum. Heldur það að hafa mikið fyrir sölunni. Keyra á milli lækna og sjúkrahúsa, hitta þá á ráðstefnum og sýningum, kynna vöruna fyrir hverjum einasta manni og freista þess að einhver taki sénsinn á að nota hana.
Sáraróð var náttúrulega ekki til þarna í heiminum. Það var engin annar sem hefði nefnt þetta við lækna. Læknar eru eðlisfari mjög varfærnir. Þeir hugsa mikið öryggi sjúklingana sína og fá fyrstu læknana til að byrja að nota vöruna. Tók ansi langan tíma. En þar vorum við með öflugar rannsóknir sem hjálpuðu til og gáfu læknunum sjálfstraust til að fara að nota vöruna. Og smá saman komumst við með fætin inn fyrir dyrnar. Fengum fyrstu kaupendurnar og með það hjálpa læknum á árangri komumst við smá saman lengra. Við kynntumst viðskiptavinum og sjúklingum vel, lærðum að helstu hvatana á ameríska kerfinu, þörfum notenda og svo framvegis. Í Bandaríkjunum er sjúkrahúsin í einkaeigu, þau þurfa að skila arði til hluthafanna sína, alveg svo ykkar fyrirtæki þurfa að skila arði til hluthafa. Þannig að allar vörur sem eru notaðar í Bandaríkjunum þau þurfa bæði að vera með góða klíníska virkni, en þurfa líka að vera arðbærar. Þess þarf að vera gott aðgengi tryggingafélögum. En upp úr þessu þá efldist vöruframboð okkar og úr varð heildstætt vöruframboð sem enn er í þróun. Við byrjum semst bara með eina vöru á markaði sem kallað Marigen sem er sáraróð sem við seldum minni til lækna á læknastöðum þar sem við vorum að meðhöndla sykursýki sár. En vöruframboð hefur aukist mikið og þar sem við byrjuðum í sykursýkinni og komum veg fyrir aflimanir, þá vorum við fært okkur yfir á önnur svið sem eru að meðhöndla brunasár og svo notum vöruna hérna á skurðstofum. Skurðstofum þar sem verið að aflima fólk, verið notað í svolítið flappa, verið að nota til að laga sár sem ígerð í og svo nýverið þá fengum við líka staðnætt fyrir FDA til að nota roðið sem implant undir húðinni til að styrkja líkansvef. Og framtíðin þar er að nota vöruna til dæmis í að laga kviðslit, í þvagfæra skurðaðgerðum og öðru slíku. Við líka skiptum upp söluteyminu, við erum með 240 sölumenn í Bandaríkjunum í dag og við erum með söluteymið uppskipt, það er helmingurinn af því að selja inn á svokallaðan outpatient geira, sem að selja inn á læknastöðvar og göngudeildir og helmingurinn af teyminu er að selja inn á sjúkrahús, þá inn á brunarsendir og inn á skurðstofur. Og viðskiptatækifæri er gríðarlega stórt, það eru 50.000 skurðstofur í Bandaríkjunum og þrátt fyrir veltu í dag sem er vel yfir $100 milljónir, þá erum við bara inn á brotabróti sjúkrahús í Bandaríkjunum. En vöxturinn hefur verið góður og eftir að sala hófst af alvöru 2016 þá hefur verið stöðugur alvöru vöxtur í fyrirtækinu. Við byrjuðum aðeins að sprikla á Evrópumarkaði en þar er aðgangur að læknum erfiðari, þar eru greiðslukerfið miklu erfiðara. En í Bandaríkjunum eru læknarnir fjárhagslega betur tengdir læknisfræðilegri útkomu verkefna sinna og það er svona besti markaðurinn til að vera á með nýjar vörur. Það er mestur fjárhagslegur ávinningur fyrir því að nota vörur sem virka betur þó það séu dýrari. Þennan fjárhagslega ávinning er ekki að finna til dæmis í heilbrigðiskerfinu á Íslandi og í mörgum löndum Norður-Evrópu. Og hér er þorskurinn, við notum bara þorsk sem fellur til í vinnslunni hjá Hafstöðvarnar Gunnvöru á Hnífsdal. Og þetta er þessi fallega skepna sem að þið hér mörg hver byggja ykkar tilveru á. Tekjurnar hjá Kerecis nú síðasta ári til að setja í samhengi við tekjur íslenska þorsku vinnslu voru rúmlega 10% af heildarútflutningsverðmæti þorskaflans. Án þess að veiða nokkurn annan fisk úr sjó þá eykur Kerecis heildartekjur á þorskafla Íslendinga 10%. Á þessu ári verður það talsvert meira, 15–17%. Við erum í dag 550 starfsmenn, rúmlega 100 hér á Íslandi, 450 í Bandaríkjunum. Tekjurnar á fjárhagsárinu sem lauk núna 30. september eru 18,2 milljarðar. Við höfum meðhöndlað 30.000 einstaklinga frá upphafi og það er náttúrulega gríðarlega gefandi og alveg frábært að varan okkar, tæknin okkar, uppfinningin mín skuli vera notuð á læknastöðum og sjúkrahúsum víðsvegar í Bandaríkjunum til að meðhöndla sjúklinga og koma í veg fyrir aflimanir. Þessi vara sem verður til á Ísafirði, hliðarafurð úr vinnslunni hjá HG sem áður var kastað, skuli vera að finna leið sína á sár og svona mörgum einstaklingum sem eigum sárt að binda. Og með þessum kaupum koloplast á Kerecis þá opnast líka aðgangur í 140 lönd sem koloplast selur í og hefur verið að byggja upp sölu- og markaðskerfi síðan 1955.
þannig að þessi tala eftir að aukast ört í framtíðinni þegar að aðgengi okkar opnast fyrir þessu 140 markaði víðum heim. Við erum að selja til 450 læknastofa og sjúkrahús í Bandaríkjunum. Ég nefndi áðan það eru 50.000 skurðstofur í Bandaríkjunum, þannig að við erum bara að selja til brot af bandaríska markaðnum í dag. Þannig að það sem mun drífa vöxt Kerecis á næstu árum er bara að halda áfram að selja í Bandaríkjunum, ráða fleiri sölumenn, ná til fleiri sjúkrahús og læknastofur í Bandaríkjunum. Og meðfram því samhliða, meira svona midterm, þá munum við fara að vinna með dótturfyrirtæki Coloplast á starfsstöðum þeirra víðum heim til að koma vörun inn á þessu 140 markaði. Við framleiddum 5,2 miljón fersentímetra af roði á árinu. Það er mjög mikið, það eru nokkur fótboltavellir. En til að setja það svona í samhengi við fjölda veidda fiska, þá er það alls ekki mikið. Við erum að tala bara brotabrot af afla eins togara, einnar ferð. Og við getum verið með 100% markaðshlutdeild bara úr einni veiðiferð, roði sem fellur til einni veiðiferð í hoggi. Þannig að þó að það séu margir sem eigum sárt að binda, það séu margir með sykursýki og það er margir sem fá þessu þrálátu sár, þá eru bara svo margir fiskar í hverjum túr sem kom í land að magnið sem slíkt miðað við veidda fisk í sjó er ekki mikið. Rannsóknir og þróun eru mikilvæg. Við erum með einkaleyfi núna sem erum 10 ár eftir. Við erum með einkaleyfi og notkun á roði í læknisfræðilegum tilgangi. Og það rennur út eftir 10 ár og þegar það rennur út þá verðum við að vera klárir, þá verðum við komnir með nýja vöru á markað sem gerir núverandi vöru okkar ekki bestu vöruna. Og það er leikurinn. Þess vegna þurfum við að vera rannsókn og þróun og þess vegna eru fjárfestingar í fyrirtækinu. Eins og þurfum við að vera með aðra kynslóð af vörunni sem með nýjar ábendingar og nýja kosti fyrir sjúklinga og lækna. Og sú vinna gengur vel og við erum enda líka að vinna þriðju kynslóð af vöru líka sem við komum á markað eftir svona 10 ár. En summan af þessum vexti og þessu markaðstækifæri stóra í Bandaríkjunum sem er tilkomið út af þessum dapurlegu ástandi með sykursjúka að hún var til þess að fyrirtækið aukst af verðmætum og þegar við vorum komin nálægt $100 milljón í veltu og reikið með hagnað eins og vorum í fyrra að þá breyttist svona öll tilvist fyrirtækisins að það voru miklu fleiri fjárfestar sem komu sem vildu eiga við okkur orð, erlendir, fáir íslenskir og við vorum akkurat á þessum punkti þar sem að reksturinn var arðbær. Það var fyrir sem að framtíðar vöxtur væri mikill og þess vegna áhætta hjá fjárfestum lítil. Hugmyndin hjá okkur var að skrá fyrirtækið. Við vorum með 200 hluthafa. Margir búin að vera í fyrirtækinu fjárfestir í 10 ár og lengur, eins og HG til dæmis. Og hugmyndin var að gefa fjárfestum tækifæri til að innleysa hagnað með að skrá fyrirtæki á markað. Markaðurinn á Íslandi hentar alls ekki fyrir fyrirtækin svo okkur vegna þess að markaðurinn á Íslandi byggir verðmat á svona EBITDA markföldum. Þannig að skráningin okkar var að vera erlendis. Það leitum við fyrst til Svíþjóðar og svo til Bandaríkjanna. En ástand markaðar er ekki gott í dag og það er ekki fyrirsjónlegt í svona næstu 1-2 árin svona IPO eða frumútboð að markaður verið hentur fyrir frumútboð á næstu árum. Þannig að það var svona ekki góð leið til okkar í skammtíma til að skapa arð fyrir hluthafann okkar. En það kom til okkar fyrirtæki Coloplast, norrænt fyrirtæki með gríðarlega góða og öfluga sögu og þeir komu til tals við okkur páskana og þá fór hjólinn að snúast og stjórnin og lykilhluthafar ákvað að taka tilboði frá þeim í sumarbyrjun og sem tilkynntu svo 31. júlí. Þetta tók 14 ár og er afskaplega skemmtileg vegferð ennþá. Hún er raunverulega bara fyrst að byrja þessi vegferð. Við erum með þessan gríðarlega góða árangur í Bandaríkjunum en þar erum við bara aðeins að selja til lítils hluta markaðarins. Og núna með Coloplast þá höfum við aðgangi að 140 öðrum markaðum út allan heim. Þannig að það er framundan mikill vöxtur og til þess þurfum við að styrkja innviðina. Ég ætla aðeins að koma því hér eftir, en fyrst langar mér aðeins að deila með ykkur
svona lærdóm mínum þessa vegferð sem stóð yfir þessi 10 ár. Og kannski það sem mikilvægast er ekki lausnin, heldur vandamálið. Það sem skiptir öllar mestu máli að þekkja vandamálið, þekkja markaðinn, þekkja hvernig verðmætin verða til í geiranum, þekkja hvernig varan skráð, þekkja hvernig einkaleyfur skráð, hvernig FDA virkar, hvernig sjúkrahúsin virka, hvernig sjúkrahúsin þéna pening, hvernig fá greitt frá tryggingafélögum, hvernig atvinnumarkaðurinn virkar, hver áhrifin á sjúklingana. Og þegar maður öðlast djúpa þekkingu á vandamálinu, þá verða til lausnir. Málið ekki að vera hugmyndaríkur eða fara á einhver námskeið í nýsköpun. Það náttúrulega fínt að fara á námskeið í nýsköpun. En hugmyndirnar sem virka verða til með að þekkja vandamálið, með að vera með áratuga reynslu af geiranum og virðisauka keðjunni í geiranum. Og það tókst í okkar tilfelli. Það að verja létta liðið, það mikilvægt að vera með góða samstarfsmenn og það erfitt. Það er erfitt að finna fólk sem er með réttu innstillinguna, attitútið og maður sjálfur kannski í áhættusömum sprotarekstri eins og konan frá nefndi hér áðan með beinfyllefnið. Þannig að það er mikilvægt að búa góðum tengslum og ég búa góðum tengslum frá starfum mínu í Össuri og öðrum störfum þar sem ég gat leitað til fyrri vinnufélaga. Við líka stiltum upp mjög góðu svona valréttarprógrammi, þannig að lykilstarfsmennirnir okkar öðluðust hlut í fyrirtækinu og það er gaman fyrir því að segja að það var vel yfir 15% af þessu söluverðmæti sem 1,3 milljón dollara eða 180 milljörðum sem enduðu vasa starfsmann fyrirtækisins og þá er ég ekki þar með talin. Annað þetta er alls ekki Deloitte og Deloitte, þeir eru mjög góðir, en ekki treysta á ráðgjafanum. Maður þarf að þekkja sjálfur geirann sem maður er í, alveg frá A til Ö. Það er gott að nota ráðgjafa til að hjálpa sér og komast inn í hlutina, til að vinna úr upplýsingum, en maður þarf að vinna á sinna eigin hjarta, hvernig markaðurinn virkar og hver vandamálin eru. Þú átt að þekkja læknana, þú átt að vita hvaða vandamál læknirinn þarf að leysa, þekkja sársaukinn í sjúklingunum. Og þetta fæst bara með að fara djúpt inn í markaðinn sjálfur. Og 2016 þá til dæmis fluttum við megin hluta rekstrarins og Kerecis skrifstofuhaldinu og sölu og markaðsmál til Bandaríkjanna sem er líklega svona einn besta ákvörðun sem fyrirtækið hefur tekið. Passa hverja einustu krónu að fyrirtæki var til og óx með áhættu hlutafé frá hluthöfum, fjárfestum sem settu pening í fyrirtækið og það er stór ákvörðun fyrir fjárfesta að taka peninga sem þeir hafa varið miklum tíma í og orku í að vinna sér inn og setja hendurnar á áhættur sem sprotarekstri. Þannig að það er mikilvægt að passa upp á hverja einustu krónu og vera í góðum tengslum við hluthafana og tryggja að hverju krónu sé velt og að hverju krónu sé vel nýtt og umgangast hlutaféð af virðingu. Stöðugar betrunarbætur og nýjar sögur. Ég held að við séum mjög góð í því í Kerecis að við erum alltaf með nýjar sögur fyrir læknun og sjúkrahúsin og innkaupadeildirnar. Nýjar stærðir af vörunni, nýjar útgáfur, nýtt markaðsefni, nýjar rannsóknir, nýjar sögur frá Íslandi, frá Ísafirði. Við erum aðeilað hringborðið norðurslóðana og notum þetta brand Ísland á upprunann, verksmiðjan okkar 20 mílum suður af Norðurskautsbaug. Að koma þessum sögum áfram. Fólk vill sögur, það vill vera með í sögu, það vill vera með í vegferð og okkur hefur tekist rosalega vel að gera læknun og viðskiptavinna sem hlut af okkar vegferð. Þeim finnst þeir eiga hlut í Kerecis og tæknin okkar sem er að breyta heiminum. Og gefa sér tíma til að hugsa þegar maður er stjórnandi einn og þá er oft miklar og stóra ákvarðanir sem þarf að taka og kannski ekki mikið svona stóðkerfi kringum mann til að hjálpa mann að taka ákvarðanir. Þess er bara gott að gefa sér tíma og stjórna tímalínunni sjálfur
aldrei gefa eftir pressu að taka ákvarðanir. Það er miklu betra að sofa á hlutunum og taka réttu ákvörðunina daginn eftir. Og það er líka oft þannig að maður upplifir eitthvað ástand sem þurfa að bregðast við strax, það sé einhver katastrófi í gangi. En svo þegar maður sefur aðeins á henni og nokkru dögum seinna þá kemur bara í ljós að þetta er ekki katastrófa. Það vaks ekki allir í starfi að í litlu fyrirtæki þá sem vex frá því að vera ekki með neina tekjur í $1 milljón, 10, 50, 100 þá er mismunandi kompetens hjá stjórnendum og maður þarf að vera áræðinn í að ráða nýja stjórnendur og breyta skipuritinu og hræri hlutunum til að tryggja að séu þessum sem mest hæfir sem séu í brúnni á hverjum tíma. Þetta er mjög mikilvægt, en kunstin í þessu er náttúrulega að viðhalda þekkingur innan fyrirtækisins. Að þegar tíminn er kominn til að breyta skipuritunum að missa fólk ekki út úr fyrirtækinu, heldur að það haldist áfram með fyrirtækinu þá í öðrum verkefnum. Og þetta hefur tekist mjög vel í Kerecis að það hefur enginn í þessum kjarna fyrirtækisins farið frá fyrirtækinu undanfarin þessi 5-10 ár sem höfum verið í rekstri. Allir sem hafa verið í kjarnateiminu eru ennþá í teiminu. En það er allir í öðrum störfum og það er allir sem hafa verið í mörgum störfum og tekist á við margs konar verkefni. Og þetta snýst allt að selja, snýst allt krónur og aura. Allar hlutafjáraukningarnar okkar sem við farið í gegnum síðan 2015 hafa snúið á sölu og markaðsmálum. Það hefði verið svo freistandi 2015 þegar við fengum hlutafé frá fyrirtæki eins og tengdust Novator og 1924 og Kviku og fleirum. Það hefur verið svo freistandi að taka við þessu fjármagn og halda áfram að fínpússa vöruna, gera fleiri rannsóknir, búið til nýja útgáfu, vera heima á rannsóknarstofunni, fínpússa og betrumbæta. En það er ekki málið. Tæknin sem er ekki seld er einskis virði, en að selja vöruna er mælikvarðinn á að verkefni hafi tekist, að hún sé að ná út til heimsins, til þeirra sem þurfa að nota vöruna. Þannig að salan skiptir öllu máli, fá krónur, fatta hvernig markaðurinn virkar og verðmætin verða til. En takk fyrir að leyfa mér að deila þessum atriðum með ykkur. Mér langar aðeins að skipta gír og fara með ykkur vestur á firði. En velgengni Kerecis og fiskeldisins ásamt góðgengis í hefðbundnum fiskveiðum hefur leitt til efnahagsævintýris sem núna er að hefjast fyrir vestan. Nú styttist í veturinn og þessi veruleiki blasir við fegurðinni og ógnum. Það er mikil áskorun að reka fyrirtæki á Vestfjörðum, en ef við höldum rétt á spilunum mun efnahagsævintýrið halda áfram og styrkjast. Efnahagsævintýri sem mun skila ómældum tekjum í ríkissjóð og bæta lífskjör hvers einasta Íslendings. En til að ævintýrið haldið áfram og atvinnureksturinn haldið áfram að vaxa og dafna þarf að fjárfesta verulega innviðum. Innviðum sem eru þjóðhagslega hagkvæmir en ekki botnlaus peningahít eins og sum stór samgönguverkefni á höfuðborgarsvæðinu stefna að því að verða. Í grófum dráttum er þetta málið. Sterkir innviðir eru forsenda uppbyggingar Vestfjarða með fólksfjölgun, hækkandi fasteignaverði og fjölda nýrri hátæknistarfa. Innviðir Vestfjarða eru einfaldlega ekki eins sterkir og í öðrum landshlutum og þar þarf að bæta úr. Nauðsynlegir innviðir eru á ýmsum toga sem allir þó hvíla á grunninnviðunum sem verulega skortir á. Ég nefndi þetta efnahagsævintýri sem er orðið til vegna velgengnis Kerecis, fiskeldisins og hérna hefðbundnu fiskveiði fyrirtækja á Vestfjörðum. Þessi velgengni skila verulegum skatttekjum í ríkissjóð sem vel stendur undir þeim fjárfestingum sem þarf til að tryggja grunninnviðina fyrir vestan. Grunninnviði eins og raforku, framleiðslu og dreifingu, vegum, brúm og jarðgöngum og nýjum flugvelli. Þegar grunninnviðirnir styrkjast, munu samfélagsinnviðirnir einnig styrkjast. Þar sem bæði opinberir aðilar og einkaaðilar munu leggja hönd á plóginn með öflugu list- og menningarstarfi, afþreyingu, þjónustu, hótelum og veitingastöðum, sundlaugum og íþróttamannvirkjum. Og svo þurfa atvinnu- og fjárfestingainnviðirnir einnig að styrkjast. Starfsemi iðnaðar eins og Kerecis og fiskeldis byggir á öflugu tækninámi og kennslu í STEM-fögum sem þarf að hlúa að. Og það var mjög ógnvekjandi að sjá þessar tölur hjá henni Áslaugu áðan ástandið í íslensku menntakerfi.
Við tölum oft að Ísland sé svo framarlega í menntun og þessu margir sem fara í háskóla, þessu margir sem ljúki námi hérna og það sé þessna sem svo mikil velferð hérna. En það bara misskilningur. Það eru allt of fáir sem að fara í nám og það eru allt of fáir sem að fara í tækninám. Og það þetta tækninám sem kemur til með að undirbyggja velferð okkar allra og barnanna okkar í framtíðinni. Snýst allt tækninám til að fyrirtæki svo Kerecis geta orðið til, hátækni fiskeldi, hvort sem á landið að legi, orkuskipti í togurum sem leiða til þess að neytendur sem eru umhugað kolefnisfótspor þess sem þeir borða sé í lagi. Öllu þessu þarf að hlúa að og lykillinn að þessu menntun. Og það ótrúlegt að það skuli ekki vera meiri umræða í samfélaginu ástandið á menntakerfinu á Íslandi sem mjög leiðinlegt. Og ég held við ættum að standa öll saman að því að auka umræðuna í samfélaginu menntakerfið. Taka meiri afstöðu í skólunum, vera meiri innvöldur í skólum barnanna okkar, hafa meiri sterkari skoðanir menntun barnanna okkar og okkar sjálfra. En í kringum iðnað eins og Kerecis og fiskeldisfyrirtækjana og hefðbundna fiskveiðifyrirtækja, dafnar fjöldi annarra fyrirtækja, svo verkfræðistofa, vélaverkstæða, köfunarfyrirtækja, vottunarfyrirtækja og ýmiss konar annars konar fyrirtækja. Ég hef sagt að stuðningskerfi til nýsköpunar sé hvergi betra en á Íslandi og ég stend við það. Ég nefndi hérna fyrst tækniþróunarsjóðsstyrkinn okkar. Í kjölfar hans komu fjöldi annarra styrka og svo skattafslátturinn sem einstakur. Skattafslátturinn byggir á því að það séu hluthafar sem setji peningin í fyrirtæki til að fjármagna tap vegna framtíðar væntinga hagnað. Þannig að þessi skattafsláttur rosalega mikilvægur. Þar ekki einhver nefnd sem tekur ákvörðun hvort þú átt að fá styrk eða ekki, heldur það hluthafar sem setja peningin í fyrirtækið sem þeir vita að þarf að tapa og fjárfesti til að fjárfesti í framtíðinni og það sú mælistika sem grunnurinn þess að til skattafsláttarins komi. En það má gera enn betur með því að sníða stuðningskerfið betur á reyndum einstaklingum sem hafa áratuga reynslu úr ákveðnum geirum og búa að nýsköpunarhugmyndum. Gefa fólki sem búið að starfa áratugi, hefur djúpa reynslu úr sínum iðnum tækifæri til þess að stofna sér fyrirtæki og sækja peningi í samkeppnissjóði. Og það þarf að sníða stuðningskerfið ennþá betur á þörfum slíkra einstaklinga. En allt þetta byggir á því að atvinnuveginir séu arðbærir, fólk vilji vinna fyrirtækjunum og þá flæðir fé frá einkaaðilum til fjárfestinga á Vestfjörðum og vestfirska efnahagsævintýri sem að byrja heldur áfram. En Salan og Kerecis líklega skýrasta dæmi þau mikilvæga tækifæri sem liggja í nýsköpun á Íslandi og ekki síst á Vestfjörðum. Salan færði mikla fjármuni inn í samfélagið og 20 milljarða á Vestfjörði. Með áframhaldandi velgengni Kerecis og fiskeldisins munu efnahagsævintýri halda áfram. En við þurfum að standa saman að styrkja innviðina til að fjármagnið haldist á Vestfjörðum og fólk haldi áfram að vilja búa á svæðinu og fólksfjölgunin sem hafin haldi áfram. Með því munum við auka samkynshæfni svæðisins og lífskjör hvers eins og einasta Íslendings. Mig langar að þakka öllum sem komu að starfi Kerecis á undanfarnum áratugum, fjárfestu fyrirtækinu og styrkt okkur með styrkjum, ráðstöfnum, aðkomu fyrirtækinu á allan vegu. Þakka þeim fyrir að koma að fyrirtækinu og taka þátt í að þetta ævintýri varð þar sem það er. Kærar þakkir. Það hefur bara sannað sig margoft að það lausnir sem verið að þróa fyrir íslenskan sjávarútveg sem er bara gríðarlega kröfuharður geiri, svona á alþjóða vettvangi, þær henta oft inn á önnur markaðssvæði eða jafnvel inn á aðrar markaðssyllur. Eins og við höfum verið að gera fara með fiskikerinn inn í kjötgeirann og svo framvegis. Þú veist, bara hugsa stórt og ekki líta á Ísland eða íslenska sjávarútveg sem afmarkaðan markað fyrir nýsköpunum. Nýsköpun alltaf getur verið alls konar, það snýst góðar hugmyndir sem það er ekkert endilega alltaf að reyna að finna upp á einhverju nýju. Oft er hægt að taka eitthvað upp sem eitthvað sem er þekkt og bara gera það betur. Sjáum það víða, alls kyns vörum sem við þekkjum vel til í dag, svona nútíma lífi, að þetta eru bara eitthvað sem menn hafa gert betur en aðrir. Ég held að það sjáist bara á svona ýmsu sem við höfum komið að menn hafa verið svona tilbúin að hugsa svolítið út fyrir kassan og prófa nýtt og þetta hefur alls ekki allt tekist en sumt hefur tekist og þú veist, ef þú tekur ekki þátt í nýsköpun þá ertu bara úr leik
Við sjáum það bara öll fyrirtæki sem horfa á allar þessar vörur sem við erum að kaupa í dag, hvort sem það er símar eða þess að þetta er allt nýsköpun. Ég meina, þeir væri ekki til eða væri bara eitthvað bara að byggja á einhverjum gömlum grunni og gera allt eins alltaf. Ég meina, það væri engin iPhone. Það er náttúrulega bara að hafa trú á því sem þú ert að gera. Hvað sem er hafa grundvöllin og hafa plan og standað með því sem þú ert að gera og bæði sértu með eitthvað í höndunum og þú sért með markmið sem þú ætlar að ná og þú vitir hvernig þú ætlar að ná þangað. Og passa að fólkið sem að byggir upp fyrirtækið, það sé ánægt og það sé hugsað vel um það. Af því að stjórnendur koma að fara en fólkið byggir upp fyrirtækið. Ég myndi ráðleggja að alls ekki bíða of lengi með því að fá til liðs við þig fólk með breiðari bakgrunn og þekkingu en þú sjálfur. Hvort sem það eru fjárfestar, samstarfsmenn, stjórn sem að deila þinni sýn og ástríðu við að koma vörunni á þann stað sem að þú sérð fyrir þér. Þá færðu líka nýjar hugmyndir, þá opnast ný tækifæri. Þetta getur skipt sköpum. Takk Guðmundur Fertram fyrir einstaklega áhugaverða yfirferð yfir ótrúlega sögu fyrirtækisins. Þið vissuð ekki þegar þið komið hingað en við áttum 15 mínútna inneign á okkur því við hættum fyrr í fyrra. Þannig að við ætlum að vera aðeins lengur núna. Þannig að við skuldajöfnum það. En í skýrslu Hugverkastofu fyrir nokkru síðan var staðfest að meirihluti íslenskra einkaleyfa skráð hér á landi tengjast einmitt sjávarútvegi. Nýsköpun blómgast ekki í tómarúmi. Það þarf jarðveg. En hvers konar jarðveg þarf til þess að nýsköpun í sjávarútvegi blómstri? Í mínum huga er þessi jarðvegur í grófum dráttum tvíþættur. Í fyrsta lagi þarf fiskveiðistjórnarkerfið að tryggja langtímasýn og sveigjanleika. Að fyrirtæki sem nýta auðlindina horfi líkt og eigandi auðlindarinnar til langs tíma. Þetta hefur flestum þjóðum mistekist en okkur Íslendingum lukkast. Það hefur tekist að fá atvinnugreinina til þess að hugsa og skipuleggja sig til langs tíma og þannig fjárfesta í lausnum sem skapa geta meiri verðmæti í framtíð. En hvað er það í kerfinu sem að tryggir þetta? Jú, í mínum huga er það nokkuð skýrt. Varanleiki aflaheimilda og frjálst framsal hafa stuðlað að þessari langtímasýn. Ótryggar aflaheimildir og skortur á sveigjanleika væru breytingar sem myndu kollvarpa þessari langtímasýn og þar með blómlegri fjárfestingu í nýrri tækni, nýjum leiðum til þess að skapa verðmæti í framtíð. Í öðru lagi þurfa stjórnvöld að tryggja öfluga innviði, þannig að einstaklingar og fyrirtæki geti sáð fræjum og uppskorið. Og það eru nákvæmlega þeir innviðir sem að Guðmundur Fertram komi með hérna inn á, vegasamgöngur, raforka, húsnæði, flugvöllur og ég leyfi mér að bæta við hafnarmannvirkjum. Hvað sjávarútveg snertir, þá höfum við oft sinni spennt á það að það er í raun kraftaverk að fiskafurðir séu unnar á Vestfjörðum og fluttar firðina 365 daga á ári. Þarna hafa stjórnvöld því miður dregið lappirnar. Skortur á fjárfestingum í innviðum er áþreifanlegur. Það dugar skammt að tala í ræðu og riti á tyllidögum mikilvægi þess að treysta hinar dreifðari byggðir landsins. Og því miður skortir ekkert á misvondum hugmyndum miðstýrð millifærslukerfi sem eiga að festa byggð í sessi. Vestfirðingar og íbúar á allri landsbyggðinni eiga annað og betra skilið. Það er ekki verið að biðja miðstýrðar hækjur, opinbera sjóði. Krafan er í grunninn sú að stjórnvöld treysti jarðveg verðmætasköpunar, innviðina, rekstrarskilyrðin. Ef þetta er til staðar, þá munu einstaklingar og fyrirtæki sá fræjum, skjóta rótum og blómga byggð og leggja þannig ríkulega til hagsældar og áframhaldandi góðra lífskjara hér á landi langa framtíð. Kæru fundamenn, hagsæld er ekki flókið hagfræðilegt hugtak. Hagsæld verður til þegar okkur tekst að búa til meiri verðmæti í dag en í gær. Alla daga, allan ársins hring, alla framtíð. Hvað sjávarútveg og fiskeldi snertir er alveg skýrt að fjárfesting í nýsköpun á öllum stigum virðiskeðjunnar skiptir sköpum.
Á stjórnvöldum hvílir sú frumskylda að tryggja að þetta sé gerlegt. Þar er verkið að vinna. Með þessum hugleiðingum þá ætla ég að slíta enn einum sjávarútvegsdegi. Ég vil þakka framsögufólki fyrir að deila frábærum hugleiðingum sínum með okkur og fyrir hönd Deloitte, Samtaka atvinnulífsins og Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi þakka ég ekki síður ykkur öllum sem mættu til fundar við okkur. Njótið dagsins.